Komið sæl, að koma að skák dagsins, 8. skákinni, ég er í 2396 og ætla að komast yfir 2-4 til að byrja með. Finnum anstæðing, og þarf ég ekki að bíða of lengi eftir honum. Kemur einhver hér, einhver artak, ég ætla að tefla í tísku vörn og ég ætla að tefla þetta E6, já. Tefla þetta bara svona, kannski, já, 5 rittarinn á E7, hann ætlar örugglega að leika D5. Ég get leikið drottning D2 og hóta einhverju svona, það er ein hugmynd, ég er að pæla að gera það. Ef hann fer hérna er að pæla að leika F3 og styrkja miðborðið. Og ég get hrókað langt, ég er líka að stoppa rittarinn sem koma hingað. Þetta er frekar frumlega taflmennska hjá honum Artak, vinur minn. Ég get ekki biskup H6 í sjálfs, ég get hrókað langt, ég get líka bara beðið aðeins. Sé hvað hann ætlar að gera. Hann er væntanlega aldrei að fara að hróka stutt í þessu biskup í þessu. Þetta er gríðarlega frumlega taflmennska hjá honum. Hann má eiga það. Sko, ég get líka H4, hann leikur H5, ég get farið með rittarinn minn á F4, get hrókað langt, get leikið G3, biskup G2, mér líst þetta nokkuð vel á það, bara fara hér, sjá til hvort meginn ég ætla að hróka, já, ok, hann ætla að leika B4, ég ætla aðeins að stoppa upp í þetta hérna með A3, langtímaplanið mitt getur verið að fara síðan með rittarinn hér og reyna að herja eitthvað á þetta. Hann setur pressa á þetta hér. Það er allt gott og blessað. Gat ég tekið á... skiptir ekki máli. Skiptir ekki máli. Sko, nú tek ég bara hér og bakka líklegast bara á D1. Þess að ætla ég að hróka stutt. Svo get ég fært kannski rittarana mína eitthvað yfir á kóngsvanginn. Ég er svo sem ekki með neitt sérstætt frumkvæði hérna. Bara traust staða þannig. C3 geti komið, eða B3, rittari B2, rittari D3, þá hef ég aðgang á svörtarittunum. Það er kannski dálítið klókt. Hann har reyndar alltaf drottning, hann er með A-línuna, hann har drottning A2. Einhvern tímann B3 heldur öllu saman. Annar möguleiki er að leika C3, ok, hann stoppa mig. Ef ég drepa B3 þá vinnur hann þetta peð mjög líklega. Ef ég leika C3 þá kemur rittar A5, hann kemst á C4, sem er leiðilegt fyrir mig. Ég má alls ekki missa þennan biskup hérna, hann er mjög mikilvægur í svona stöðum. En mér sýnst ég þurfa að taka þetta, þó ég sé svo sem ekkert eitthvað svakalega spenntur fyrir því. Hann ætlar núna að drepa hér. Og mér sýnist ég vera svolítið neyddur til að verjast, valda þetta, kannski kemst ég hingað einhvern tímann, eða þá, eða hérna megin, hann hótar þessu peði blessaður maðurinn, hann lítur út fyrir að þetta er gott hjá honum bara, að gera það, ég á ekki gott með að valda bæði D4 peðið mitt og B4 peðið mitt. Sko, ef ég leikur rittari C3 þá tekur hann hér og þá hef ég ekki tíma til að fara hér því að biskupinn minn fellur, þannig að ég drepa D5, maður betur svartan. Ef ég leikur rittari E2 og valda peð aftur þá drepa hann hér og er með betra tafl. Ég veit eiginlega ekki alveg hvað ég að gera þetta. Ég hugsa að þetta er eitt þessi skástaleikurinn. Þannig að hann vil líka fara hingað sem mjög óþægilegt. Ekki alveg eins og ég sá þetta fyrir mér, en ég ætla að fara hingað.
Drepur hann örugglega með biskup. Ég er með mun verri tíma. Hann drep með riddara. Ok, ég ætlaði mér að leika... Já, ég ætlaði að leika... Það gengur alltaf ekki upp. Ég ætlaði að leika riddara. Það er drepið. Ég er ekki að tefla neitt sérstaklega vel en ég ætla að leika núna hinga. Ég er alveg að falla tíma. Mjög hægur í dag. C5 er eitt leikur. Eða E5. Riddari F5 núna. Ég er kannski að taka með riddara frekar. Þessi riddari E til F5 hóta biskupnum. Þetta er leiðindast að riddari F5. Það er kannski líka kongur H1. Gera það bara af því ég á ekki mikið tíma. Hvað er hann að gera með drottninguna hér? Ætlar hann að taka á B3. Ég tek þetta. Legg biskup C5. Hrókur 1-8. Hrókur Davíð 1. Ég verð einhvern veginn að halda þessu saman. Bestu getur finna leiki. Valda eitthvað hérna. Það er jók til þess að komast eitthvað í gegn. Smá sprikk hérna, svörturreitunum. Hér eða eitthvað. Að halda kóngsagnum saman á meðan. Ég á alltaf hrókur G1 í versta falli. Hér. Það er alls ekki búið, ég er með smá spil hérna. Riddari E3, hrókur G1. Eða drottning H8 skák. Ég geta líka kongur Gunnar 8. Núna riddari 1-3. Verð ég að leika hrókur. Ok, ég átti ekki vona þessu. Höfum auga með þessum hér. Hann er aðeins aðþrengdur svona, þannig. Verður hann að halda pressunni og halda tímanum. Ég ætla að leika H4. Þannig að hóta þessu peði hérna. Leifum hann bara að eiga það. Hann er með leiðindapressu. Mót. 2-4-0-1. Þarna borgaði sig að berjast. Ég var með mun verða tafl. En grísaði á hann í lokin. Ég held að hann hefði bara getað leikið. Já, hann er kannski búinn að leika af sér eitthvað þarna. Kíkjum á þetta. 1-4, Gunnar 6, D4, biskup G7, riddari C3, E6. Hugmyndin mín var að tefla þetta, ef það sarti tefla að hefðbundan hátt, ég ætla að tefla þetta með biskup 1-3. Og svona sveigjanlegt, leika H3, riddari F3, drottningi fyrir D2. Eða þá, ef það sartur, þá leika kannski F4 einhvern tíma. En E6, maður er svo sem telt á móti svona áður og þetta er svona ákveðið system. Sartur fyrir með riddarinn E7 og leika D5, þetta er svona svo blanda af tísku vörn og fransku vörn eða einhverju slíku. Sjá hvað menn er að gera á móti þessu, ég ætla að fletta þessu upp í gagnagrunnum. Það er alltaf, hvítur getur gert náttúrulega hvað sem er í þessari stöðutypu, hann getur tekið bara miðborðið, leikið F4 bara. Hann getur haft riddarinn á F3 og leikið biskup E2 eins og Karpo gera alltaf gamla daga. Eða leikið biskup E3 eins og ég gerði sem er algengast virðist vera. Það er allt hægt, það er með þess að leika H4, H5, bara hvað sem er. Biskup E3 er algengastur og riddari F3 næst algengast. Þannig að þetta er algengast eins og ég gerði þetta að leika biskup E3, riddari E7, drottning D2, D5, það virðist vera
teórían, ef teóríu er hægt að kalla. Þá er hann enn að fletta þessu eitthvað upp hérna. Kemur þetta. Það er biskup 1-3, já. Riddari E7. Drottning D2. Þetta er náttúrulega algengt í þessum stöðutípum að svona hafa auga með H6 reitnum, þannig að ef að svartur myndir hróka stutt til dæmis núna, þá get ég skipt upp á biskupunum og síðan leik ég bara H4, H5 og opna hálínuna fyrir hrókin og máta bara kóngsvagnum. Það er svona einfalt sóknarplan fyrir hvítan, þannig að svartur hrókar eðlilega ekki þessar stuð, hann býður aðeins, leikur D5, þá er F3 algengast eins og ég lék. Hugmyndin er mín að halda miðborðinu saman, leika ekki E5 strax af því þá getur riddarinn fengið reit á F5, þannig að taka reit á honum. Nú virðist eðlilegast er hann að setja press á D4-peðið og hafa kannski riddarinn hér að pressa hér og reyna að komast á F5 reitin einhvern tíman og herja á D4. Annað plan er þá líka að skipta upp að þessum biskupum hér eins og menn gera átt í frakkanum. Ég veit svo sem ekkert hvað ég hef gert eftir B6. Kemur alveg til greina að skáka á B5 og fara með biskupin A4 til að halda biskupinum inn á. Eða bara hróka langt og nýta plássið, en A5 er gríðarlega frumleguleikur sem ég skildi ekki alveg. Og þetta er nýjung sem fær ekki háa einhvern hjá Stockfish. Ég leik riddari G til E2 í þessari stöðu og sá leikur er bara fínn. Annar möguleiki er að hróka bara langt strax eða leika biskup H6, en ég vildi svona bíða aðeins átekta. Hann leik biskup D7, aftur geti leikið biskup H6 eða H4 jafnvel. Ég leik G3, ég vildi hafa biskupinn á G2. Þessi leikur fari ekki að hafa einhvern á tölvunni, hún vil leika biskup H6 og segir að hvíti standi mun betur. Þess að svartur verður mjög veikur á svörtureitunum og kannski eftir biskup H6 þá er svartur svolítið tilneyddur til að taka einhverja ákvörðun. Sko ef svartur hrókar stutt þá er það bara algjör draumi fyrir hvítan, þá kemur bara H4, H5 og allt opnast. Þannig að svartur verður líklega að drepa hér en þá drepum við drottningu. Og þá er þetta svona típisk tölvuhótun í sjálfu sér að leika kannski drottning G7, hóta hróknum og vinna H7-peðið. Tölvur eru mjög gráðar. Ég var nú svo sem ekkert í þessum hugleiðingum, þannig ég vildi bara tefla stöðuna. G3. B5. Mér fannst B4 er óþægilegur en kannski er engin ástæða til þess að vera óttast hann eitt. Þannig hefði ég kannski, ok, tölvan veit að leika A3 en ef ég leik biskup G2 og hann leikur B4 og ég fæði biskupinn á D1 þá er hugmynd að flytja riddarinn yfir hingað og hafa aðgang frá svörturutunum. En þá reyndar á svartur þessa tilfærslu hérna, fara með biskupinn á B5 og biskupinn er þá orðinn mun virkar hérna var. Þannig að þetta er allt í lagi að leika A3. Riddari C6. Hérna leik ég bara biskup G2 eftir 5 sekundur og ég mistaði, ég gæti bara drepið á B5, bara alveg fljótfærni og ég á bara að gera það. Svartur á ekkert, hann getur ekkert nýtt sér að þessi biskupi hér leikið með riddaranum sérstaklega. Þetta var fljótfærni, biskup G2, B4, hér drap ég á A4, hér er lærdómslegt augnablik, hér á ég náttúrulega aldrei að drepa á B4, ég á bara að leika riddara A4 beint. Það er engin ástæða til þess að vera að opna þessa A-línu, það hlýtur að vera svörtum í hag að fá A-línuna. Þannig að ef ég leika riddari A4 strax þá sjáum við að ég er að miða á þennan C5 reit sem er mjög girnilegur fyrir riddarann. Og hvítur stendur bara töluvert betur hér. Svartur getur reynda telt upp á að leika E5 einhverjum tímapunkti og opna stöðuna. En þetta er aðeins betra fyrir hvítan. Og við sjáum ef hann ætlar að vera sniður og vinna riddarann minn hérna á A4 þá getur ég drepið hérna með biskup. Og hann lendir í vandræði með hrókin sinni framhaldinu. Þannig er ekki tíma í þetta. Þannig að þetta var betra. Það er ekki eins gott að taka hér. Þá er ég að hérna get ég afturunda leikir riddara A4 svo sem. Ekki eins gott á hana þegar riddarinn er þá leppur sjáum eftir A-línunni, en hér er ég að hjálpa honum og ég er lofa passífur hérna. Þannig er hann komið töluvert betra töfl. Stuttrákun og B3 er mjög góð leikur hjá honum. Býr til skotmörk á drottningavagnum og tekur yfir frumkvæðið.
Hér vill tölvan leika C3 og hún ekki hræddur riddari A5. Þetta myndi ég aldrei leyfa í þessari byrjun. Hérna vill tölvan leika drottning C1 og hangir á þessu einhvern veginn. Eftir riddari C4 þá vill hún gefa biskupinn og leika riddari F4. Þetta myndi ég aldrei gera. Aldrei nokkuð tímann. Ég myndi aldrei tefla svona með hvítu. En það hann að snúast högur. Hún segir þetta sem mun betra svart núna. Vegna þess að ef maður missir svartandi biskupinn sem hvít og þessi er enn inn á borðinu, þá eru enga líkur á að búi til veikleika kringum kóngstöðuna og maður á ekkert betur en að verjast bara í verra endatafli til framtíðar. Þannig að ég myndi miklu frekar halda einhverjum praktískum sensum að halda biskupnum inn á borðinu. Þess vegna drap ég hér og er með verra tafl hérna. Hérna sko gerði ég mistök og ég leika riddari C1 og þá kom drottning B6 og ég er að missa D4 peðið mitt og hérna vill tölvan fara tilbaka með riddaranum E2. Þannig að þarna hefði ég strax átt að gefa peðið sem ég er búinn að vinna og leika riddari F2, leyfa honum að taka hér og hoppa þá með riddaranum minn á D3 og held þá öllu saman hérna. B2 peðið er veikasti hlekkurinn í keðjunni minni og riddaranum minn er orðinn öflugur og farin að hóta einhverjum leiðindum hjá svörtum. Þetta hefur verið betra tafl fyrir hvítan. Í staðinn þá leyfði ég honum að vinna D4 peðið mitt sem var ekki gott. Þarna hefði hann átt að taka með biskup, það var rétt metið hjá mér og þá hef ég verið með mun verra. Hann tók með riddara E5, ég tók með peði og hér átti ég að leika F4 til að grafa undan miðborðin hans. Ég leika einhverjum svona passleik, ég vissi ekki alveg hvað ég var að gera, ég var alveg að falla tíma. Hann tók þetta peð og hérna fekk ég smá mótspil. Ég sá fyrir mig að ég geti svona með að fara eitthvað að slaka á klóni á miðborðinu, þá myndi staðinn minn örlítið springa út. Og hér kom hrókur D1, svona fyrirbyggjandi leikur og drottning D2, biskup A3 valda þetta. Hér á hann að leika biskup H6 reyndar, þannig að biskup F8 og ég draf. Nú verða svörturreitirnir í kringum kónginn hans aðeins veikir, kannski þetta er lærdómsríkt. Hann á eiginlega að halda þessum biskup inn á, hafa hann hér, hóta drottningunni og riddarinn geti hoppað eitthvað inn fyrir og þetta er rosa erfið staða því ég er mótspilslaus í þessu. Hérna verður svarta kóngstaðan svolítið gloppótt og ég fæ smá sjensa hérna þó ég sé að tapa þessu peði. Drottning G5. Þetta er allavega í svona praktíski skák, í svona hraðskák þá er rosa erfitt að finna nákvæmustu vörðina. Hér er bestur í svartan að leika H6 eins og gerði og hér er bestur í svartan að leika kóngur G8 eins og hann gerði og hérna er líka G4 sem er svona frekar hraustlegu leikur til að segja einhverja möguleika. Þetta hefur verið betra að leika bara hrókur G1 strax og bíða átekta en hér á hann, sko hann bakkaði með riddarann á G7, það er ekki besti leikurinn. Hérna á hann að leika riddari 1-3 með þrefaldri hótun, aðalega þessari máthótun. Ég á auðvitað bara einn leik við þessu og þar leika hrókurinn einn og þá á hann bara að drepa peðið mitt á D5 og leysir öll vandamála því drottningin minn á enga reiti á kóngsvagnum. Ef hann fer á H4 kemur bara kóngur G7, hann valdir allt og tveim peðum yfir og ég á ekki neitt, bara þetta er bara búið. Þannig að þessu mistan riddarinn er rosa passívar á G7. G7 er yfirleitt aldrei góður reiti fyrir riddara og hér er þetta orðið bara mjög betra fyrir mig. Hérna get ég leikið drottning E7 strax, ég leik hrókur 1-1, ég var bara eitthvað svona setja pressu á E5-peðið, drottning D4, aftur er drottning E7 góður. Þess að ef ég leik drottning E7 þá hóta ég biskupnum og ég hóta líka að skáka á F6 og valda D5-peðið mitt eða gafla drottninguna. Þannig að eitt framhald getur verið hér, hóta biskupnum, hann valdar biskupinn og tapar manni sem dæmi. En ég leik H4, hugmynd G5, H5 og lofta hans út fyrir kónginn, svona praktísku leikur. Það er aldrei neitt mátt í borðið eða neitt þannig. Hrókur B2 og nú kom skák hér og nú er þetta orðið unnið á hvítan vegna þess, ok, hann leik sér í mát með kóngur H7, það er náttúrulega ekki góða leikur. Biskup E8 er besti leikurinn fyrir hann. Þá get ég tekið bara á
C7. Aftur er D5 mitt eitrað út af riddara F6 skák, gafla drottninguna. Annar leikur er að leika riddara F6 beint. Ef hann fer þá að H8 þá náttúrulega vinn ég biskupinn á E8 þannig að hann verður að leika kóngur F8. Þá á ég jafntefli ef ég vil með riddari D7 og ég get þráleikið, en enn betra er náttúrulega að taka peðið á C7. Hvítur er með betra tafl þó að séu náttúrulega vissulega möguleikar að báða báða í þessu. Ég hóta að taka peðið á E5 með fína vinningsinsa hérna. Reyndar að svartur ótrúlegan bjargarleik í þessari stöðu. Hvet ykkur til þess að stoppa myndbandi og reyna að finna varnarleik fyrir svartan. Einu leikurinn sem heldur stöðunni í jafnvægi fyrir svartan. Og sá leikur er riddara F5. Hugmyndin er ef ég drep hér, þá opnast lína fyrir drottninguna og ég máti skák, kóngur G1, skák á finnu 2, kóngur hér, drep biskupinn mát. Þannig að riddara F5 hefur verið klókuleikur, ég má ekki drepa þann riddara. Það er eini leikurinn sem heldur þessu saman fyrir svartan. Förum tilbaka. Já, tölvan leyfir mér að komast að hérna. Ég reyna að reikna mátið. Já, við þurfum svo sem ekkert að fara neitt langt í þessu. Riddara F5 var skarstaförðin. En allavega, margt lærdómsríkt af þessari skák og mér fannst svona lærdómsríkast hérna í byrjuninni kannski, í þessari stöðu hér, hvernig ég hef átt að bregðast við í þessari stöðu. Eins og já, hérna náttúrulega misti ég af peðsvinningi, klaufaskap, gat tekið á B5, en það var sko hér eftir B4, ekki að opna alínuna, ekki gefa andstæðingnum rými, heldur leika fyrst bara riddara A4 og taka C5 reitin. Þetta var mjög lærdómsríkt. Og svo líka hérna þegar ég er búinn að vinna peð, þannig að ég átti að átta mig strax á því að ég þurfti að gefa peð tilbaka og leika strax riddara F2 og reyna að halda í frumkvæðið. Því ég gaf frumkvæðið of mikið eftir hérna. Hérna er ég komin á afturfæturna. En ég kláraði minni þetta með að halda praktískum möguleikum opnum, ekki verða of passífur, halda einhverjum sóknarfærum opnum og þá féll þetta með mér í lokin. En allavega, takk fyrir þetta, ég er komin yfir 2 og 4 og allt á réttri leið. Sjáumst í næstu skák.